Ok, þannig að hvernig sérðu þetta fyrir þér byrja, skilurðu? Verður þú núna bara kemur eitthvað svona, ok, let's go? Okay, let's go. Jæja, velkomin í fyrsta þáttinn af Sorgarkastinu. Ég er með Magnús Björgvin, manni minn, Já. sem fyrsta viðmælanda. Af því að mér langaði að koma svona okkar sögu fyrst. Takk fyrir að bjóða mér í podcastið þitt. Já. Ég er bara búin að vera ótrúlega spenntur fyrir þessu. Þú ert búin að vera að pissi í því úr spenning eiginlega, Já, sko. Já, og ég er alltaf kallað Maggi. Já. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það koma fram sé ekki fólk hana úti að hlusta halda þessi lagi að kalla mig Magnús Björgvin. Ok, ég skil. Af því að ég held alltaf að það sé vera að skamma mig því ég kallaði Magnús Björgvin. Einmitt, þannig að alls ekki gera það. Ekki, bara Maggi, bara fínt. Bara Maggi, flott. Já, en ég er maðurinn og ég er komin til að ræða svolítið okkar sorg og hvernig það hefur haft áhrif á okkur og hvernig það hefur haft áhrif á mig sem föður og eiginmann. Langar kannski að við byrjum bara aðeins að segja frá okkur. Já. Við kynnumst 2016 í háskólanum. Já. Erum í sama námi þar og við byrjum saman bara stuttu seinna. Já. Já. Erum svona kannski svolítið fljót að öllu, svona flytja inn og eignast barn og svona. Já. Væri ekki hægt að segja það? Ég held að það sé ADHD hvatvísin. Já, svolítið hvatvísbæði. Hún drífa sig svolítið að þessu, sko, en ég sé ekkert eftir því, sko. Nei, það væri leiðilega. Mér fannst þú svolítið vera að gefa það í skinn. Já, fannstu það? Það þú sagðir eitthvað svona, við vorum svolítið fljóta hinn og þessu. Já, eins og væri eitthvað neikvætt. Mér fannst það fínt. Nei, mér fannst það mjög gott, sko, því að þegar við kynntumst, þá var ég var með spennt að eignast börn og hef alltaf verið. Ég hef alltaf verið mjög spennt að vera mamma. Þannig að ég var mjög glöð þegar við kynnumst að því að þú varst það líka. Þú varst mjög spenntur að vera pabbi. Mér finnst það æði að vera pabbi. Já. Mér finnst það 100 sinnum betra en ég hefði ímyndað mér að það væri. Skilurðu, mér fannst alltaf eitthvað svona snilld. Mér fannst tilhugsunin svo skeggið. Þetta er eins og eiga hund sem lærir að tala. Að þú veist, það las ég einu svona á internetinu og svo varð ég pabbi. Á internetinu? Já. Já. Og á veraldarvefnum. Á alnetinu. En svo eignaðist ég börn. Já. Og það var svona 100 sinnum skemmtilegra. Já. Að vera pabbi heldur en ég hefði einhvern veginn ímyndað mér það. Já, það er ótrúlega gaman að vera foreldri. Það er það, sko. Og við eignumst okkar fyrsta barn árið 2019. Já. Hann Gunnar Unnstein. Og eigum í rauninu bara dásamleg 4 ár með honum. Já. Mér langar svona, kannski áður en við segjum hvað gerist hjá okkur, út af Gunnar lést síðan 4 ára, 9 árum 4 ára, 2023 í maí. Hvernig myndið þú lýsa Gunnari sem manneskju? Já, Gunni minn var mjög mikið svona nostrari og svona kósí kall, sko. Eins og pabbi sinn, hann fannst rosalega gott að fara í sund og slaka á í heita pottinum en ekki fara í rennibrautina. Honum fannst rosalega gott að borða eitthvað geggjað og svona kúr í sófanum og svona mjög góður við vini sína og var alltaf að passa upp á að allir fengju jafnt og að öllum liði vel og hann átti mjög til að svona ættleiða vini mína sem vini sína og tók því sem sjálfsögðum hluta þegar vini mínir voru að koma í kaffa, þeir voru að koma að heimsækja hann og hann sagði oft eitthvað svona Bjarki vinur minn er að koma að heimsækja mig. Þegar Bjarki vinur minn var að koma að heimsækja mig en þú veist, hann var yndislegur. Hann var sönglaður, hress, hann las ekki í félagslegar aðstæður. Þú veist, þegar ég var önugur og pirraður þá
las hann ekki í það heldur gerði bara, þú veist, fór bara að stríða mér fyrir vikið Já. og þú veist, en hann náði, þú veist, oft að snúa manni bara við úr einhverjum pirring bara með einhverjum fíflalátum. Já. Hann var ótrúlega fyndinn. Já, hann var ótrúlega svona outgoing, sko. Svona einlægur og ótrúlega fyndinn, já. Já. Bara með skemmtilegan húmor. Algjörlega, og hafði ógeðslega gamla tónlist og alltaf DJ út allt. Já. Og DJ bílinn. Já. Hann var mjög annt að DJ bílinn, þú veist, Já. má ég DJ bílinn? Já. Sem var bara að spila tónlist í bílnum, bara hvert sem við fórum, DJ bílinn. Bara þegar þú segir þetta, þá sé ég hann fyrir mér aftur í, bara, þið tilbúin? Já, að DJ bílinn. Og það var alltaf bara spila kannski 5 sekúndur af laginu, 10 til 15 sekúndur að búta. Já, það var alltaf mjög stutt, sko, maður var svona alveg, maður var að tjúlla stundum. Þetta voru banger, þetta voru bara best of í raun og veru, bara af öllu. Þú veist, maður var að fara að fá, sko, þú veist, hérna, Alli Palli og Erlingur, eitthvað svona leikskólalag eða bara Herra Hnetusmjör. Þetta var allt rófið þarna af lögum bara á þessum playlistu, þetta var geggja. Já. Þannig að þegar ég hugsa hann, þá hugsa ég ofta svona bara geislandi orku jákvæðni, sko, frá honum, sko. Bara svona, þannig að hann var svona útgeislandi einstaklingur. Já. Þannig að hann algjörlega var draumabarn, sko. Já, hann var það. Og bara, svona fyrir mitt leyti, ég segi ofta að ég hafi ekki verið, sko, kvíðin fyrir það að hann lést. Og ég hugsa samt, sko, hvað ég hugsaði oft það, þú veist, ef að Gunnar myndi deyja. Hvað myndi ég gera, þú veist, hvernig getur maður að lifa áfram, hvernig hægt að, þú veist, lifa áfram þegar maður búin að missa barnið sitt og ég hugsa alltaf bara, ég gæti það ekki, ég bara myndi ekki, þú veist, ég myndi ekki vilja vera hérna, sem að náttúrulega svolítil kvíða hugsun, þú veist, og ég var oft einhvern veginn að gera þetta og tala þetta við vinkonum mínar, og svo maður hérna í dag og það bara ekkert annað í boði, þú bara hérna og við áttum annan strák þegar eignuðumst Pálmar 2023 í janúar lok janúar og þannig að hann var bara pínulítill þegar hérna Gunnar deyr þannig að maður bara þarf að finna leiðir og svona ein af ástæðan fyrir því að mér langaði að gera þetta podcast af því að mér fannst ég svo mikið þurfa að leita til annarra sem hafa mist og mér fannst ég mikið þurfa að finna út hvað get ég gert til þess að halda áfram af því að það var tími þarna þar sem ég bara sá það ekki. Nei, það voru náttúrulega þarna mánuðir þar sem maður sá í raun og veru ekkert ljósið við enda gangana, maður vissi ekkert hvernig maður ætlaði að halda áfram eða hvernig maður myndi, þú veist, brosa aftur eða hlæja eða eitthvað svona, sko. Og ég hef rosa mikið læst mig á Pálmar, sko, sem yngri sonur okkar. Pálmar Örn, hann, þú veist, var svolítið svona mín svona helsta ástæða fyrir því að gera þetta svona ákveðin hátt, þú veist, svona, reyna að vinna mig út úr þessu með jákvæðum leiðum, finna eitthvað bjargráð. Einhvern veginn ekki týna mér í myrkrinu. Já. Þegar þú segir út úr þessu, ertu að tala út úr myrkrinu sem kemur þarna fyrst, sko. Já. Af því að þú ert aldrei einhvern veginn komin út úr því að syrgja barnið þitt. Nei, akkurat. Það held ég að sé, það bara, ég syrgi Gunnar á hverjum einasta degi, mismikið, stundum ég lamaður af sorg, stundum ég í gangum bara á kaffstofni í vinnunni og það kemur bara svona smá svona eitthvað sem svona læsir mig aðeins niðri, en þú veist, það bara mismikið. Þú veist, þetta bara dag fyrir dag og sorgin alltaf með manni og hún alltaf þarna í hjartanu og í hausnum og maður verður eitthvað neina og þess vegna held ég að þetta sé svo ógeðslega sniðugt hlaðvarp af því að hérna það alls konar fólk úti sem að glíma við alls konar hluti og hefur kannski ekki einstaklinga eins og þig eða mig eða eitthvað til að halla sér á, sko.
Já, við höfum verið heppin með hvort annað Og bakland skilurðu og og bakland. Já. vini og já, bara þú veist þannig að það er kannski eitthvað að leita svörum og vonandi bara getum við fengið eitthvað svona innblástur eða hugmyndir eða bara Eða huggun eða eitthvað, já. eitthvað úr þessu og þá er það og þá myndi ég nú segja að þetta sé bara búið að skila sínu sem það átti að gera sko. Já, bara ef það er ein manneskja þarna úti sem að fær, já, bara einmitt eitthvað af þessu útrúsu, þá væri ég mjög glöð. Já, ég vil að þessu 2. Já, við getum ekki lofað því. Bara, sorry. Já. Ég ætla kannski að fá að byrja að segja frá því að, já, bara í rauninu hvernig þetta allt byrjar hjá okkur. Og auðvitað, þú veist, þegar maður er að gangi gegnum svona og bara eins og lífið er, maður, þú veist, upplifir hluti á mismunandi hátt. Þannig að ég náttúrulega að segja kannski sumt sem þú tengir við og sumt ekki, en Gunnar verður 4 ára og við erum með bara planað afmælisveislu og bara ótrúlega spennt fyrir þessum 4 ára afmælisdegi. Hann var búinn að bíða lengi og var bara heilbrigður og já, eins og við erum búin að nefna glaðvær strákur. Og síðan vaknar þarna á 4 ára afmælinu sínu veikur, er þá bara með svona típist kvef og hósta. Og ef ég man það rétt, síðan er hann náttúrulega líka það að þegar maður er búinn að ganga gegnum svona mikið tráma, þá man maður kannski hlutina ekki alveg svo, þannig að þú bara leiðréttir mig ef það er ekki eins og þú manst það. Hann byrjar að kasta upp. Er það þarna eða er hann bara svona með kvefpestana fyrst? Hann er alltaf bara mjög svona, þetta er svona típist leikskólapest þarna þessa fyrstu daga þarna á afmælinu hans, hann vaknar veikur á afmælinu hans. Ég man að ég var ógeðslega leiður yfir því. Þetta var afmælið hans og ég var bara eitthvað með mín og eitthvað svona. En hann svona, þetta er bara eitthvað svona típist leikskólapest, eitthvað hór, hósti, smá hiti. Svo þarna, þetta er örugglega Það var 10. maí. Já, svona miðvikudagur held ég eða eitthvað svoleiðis, ekki? Nei, ekki hugmynd. Nei, þú veist, þetta er eitthvað svona svo, þú veist, helgina sem sagt fer hann að kasta upp. Einmitt. Við vöknum allavega eina nóttina þarna, hvort það er þá helgina, við það að hann kemur inn í herbergi til okkar, grátandi, er að æla. Og þegar ég tek hann upp þá er hann svona eins og hann sé að fá einhverja kippi eða flog eða eitthvað bara mjög skrítið í gangi og er í rauninni svona að kasta sér aftur á bak. Og þú veist, og ég einhvern veginn, þú veist, er að halda á honum og er að reyna, þú veist, passa að hann sé einhvern veginn ekki að meiða sig, sko. Og ég er bara skíthrædd og við ákveðum að sem sagt hringja á sjúkrabíl. Og þeir koma og þá er hann ekki lengur að fá þessa kippi og liggur bara, þú veist, og með hita en ekki háan hita, hann var bara með, þú veist, 38 eða eitthvað, svo það var ekki hár hiti. Nei. Þannig að við vorum svona, þú veist, hitakrampi gæti það verið mögulega. Já. En okkur fannst það skrítið af því að hitin var ekki þannig, sko. Nei. Og þeir segja okkur að bara hringja aftur ef eitthvað gerist en hann líti vel út, skoðan, þú veist. Ég er bara ennþá með þessa svona vondu tilfinningu, bara svona einhverja ónota tilfinningu í mér, bara, þú veist, það er eitthvað meira að. Hef aldrei séð þetta gerast áður og bara fannst erfitt að útskýra það líka fyrir þeim. Og svo hvað bara 10 mínútum seinna eða eitthvað, þá hringjum við aftur af því að hann byrjar aftur. Já. Og í rauninni þarna hefst svona spítala dvölin hjá okkur. Já. Ég fer með hann í sjúkrabílinn hann upp á Barnaspítala. Og ég er heima eftir. Nóttina, af því að við erum náttúrulega með Pálmar heima hann bara 4 mánuða. Förum hann upp á Barnaspítala og fáum þarna að eitthvað skoðan, það teknar eitthvað blóðpröfur. Svo erum við bara settir inn í herbergi og hann fer bara að sofa, sko. Og hann fékk ekki neina meiri kippi þarna. Nei. Það var svona fyrstu ágiskanir voru þetta væri vökvaskortur. Já. Þannig að honum var gefin næring í æð. Einmitt.
og þau í rauninni segja bara að þetta sé örugglega ælupest, sko. Já. Síðan tökum við eftir því að hann svona, getur eiginlega ekki labbað venjulega. Það er svona eitthvað jafnvægið er skrítið og þau svona, já, það gerist oft hjá krökkum þegar þau fá svona vírusa og vilja senda okkur heim og ég í rauninni segi þá að ég treysti mér ekki til þess að taka hann heim og að mér finnist það bara ekki vera málið af því að það er ekki búið að útskýra fyrir okkur af hverju hann fær þessa kippi. Fæ svona smá leiðilegt viðmót þegar ég segi það en stóð alveg föst á mínu að því ég fann bara að það var ekki það var eitthvað annað það var ekki venjulega ælupest. Þarna kannski gott að staldra við aðeins og tala þessa viðmót sko, og mikilvægi þess að foreldrar standi bara fastir á sínu fyrir börnin sín sko. Af því að það var eitthvað að sko, þú fannst það bara, það er bara eitthvað sem var þarna sko. Og og sem betur fer sko. Já, sem betur fer og sko ég er ekki reið út í neitt og ég er ekki með slæma upplifun á spítalanum svona þegar ég horfa á svona heildamyndina. Auðvitað er ég með slæma reynslu, en ekki af fólkinu þar. Nei, það var mjög gott fólk sem að tók á móti okkur og mjög gott fólk sem að sá okkur og faglegi læknar og þú veist, það var verið að reyna að komast að því hvað væri að en þegar ég horfið tilbaka þá var oft sem að var kannski erfitt að fá að tala við einhvern og allt tók náttúrulega rosalega langan tíma og maður var hræddur og kannski lítið upplýsingaflæði, það er svona það sem að manni þótti erfitt. Já, og maður þarf kannski bara að halda svolítið að vera fastur á því sko, að fá upplýsingar og sækjast eftir þeim Já, maður þurfti svolítið að ýta. Og vera svolítið brattur með að hringja bjöllinni sko. Já. Og þú veist, einhvern veginn reyna, þú veist, bara pikk og pota þannig til að maður færi eitthvað svör sko. Já, síðan erum við upp á spítala þarna í marga dagi viðbót. Já, veit ekki hversu marga. 5 nætur sko. Já, og hann einhvern veginn er bara mjög veikur. Hann er bara listalítill, borðar eiginlega ekki neitt, hann er mikið að kvart yfir hausverk, bara alveg stanslaust og ég segi það fyrsta daginn sem hann er upp á spítala hvort hann getur farið í heilaskanna af því að ég bara með einhverja bara hræðilega tilfinningu. Og þau bara telja ekki ástæðu til þess á þessum tímapunkti og hann sé bara, þú veist, það sé algengt eins og þau segja að krakkar getur fengið svona mist jafnvægið vegna vírus bara hafi þannig áhrif á litla heilan sem að er svona bakvið að komi svona bólgur á hann og að þá missuðu svona jafnvægið. Ég fæ eiginlega að vita það bara í gegnum vinkonu mína sem er læknir. Það var enginn sem sagði okkur upp á spítala á þessum tímapunkti sko. En síðan erum við send heim. Okkur finnst að vera að batna og hann er einhvern veginn byrjar að labba smá og er svona svolítið byrjar að borða meira og er ekki jafn mikið að kasta upp. Nei. Við erum heima í Og hann er hitalaus. Hann er orðinn hitalaus. Já. Þannig að það bara lítur út fyrir að hann sé bara verða betri en hann var samt rosalega svona ólíkur sér, þú veist, hann var svona slappur og við tökum alveg eftir bara daginn eftir að við komum heim að hann er svona með lítið jafnvægi ennþá og við erum bara svolítið smeyk. Já, og hann er mjög lítill í sér. Mjög lítill í sér. Hann er byrjar að borða. Já. En er ennþá kvart yfir hausnum. Já, við fórum hann út á hann. Já. Fórum út að leika og þú veist, ég var svona mikið að fylgjast með hann og jafnvægi og hann var gott og það var að hlaupa og eitthvað svona. En svo endum við að fara til með pappa þarna og erum þar og svo förum við í mat til bróður minns og af því að hann átti náttúrulega þarna frænku sem var er jafngömul og hann, já, þau voru jafnaldrar. Og þá fer hann alveg bara að halla sér upp á mér og er eitthvað svona smá lítill í sér og fer að kvarta undan hausnum og þá komum við í raun og veru heim bara í kjölfarið. Já. Er það daginn eftir sem við förum aftur upp á spítala? Já, við vöknum í nóttina við hann öskrandi. Já. Af því að honum er svo illt í hausnum að við vöknum bara við öskur, ég hef bara aldrei heyrt hann öskra svona.
og það situr alveg í mér, sko. Ég man það öskur alveg mjög vel. Og förum þá aftur upp á spítala og þeir dagar voru bara erfiðir. Þá fer hann í heilaskanna og kemur í ljós að þessar bólgur á litla heila eru töluverðar, bara eru frekar miklar. Þau í rauninni koma tilbaka með hann úr heilaskannanum og segja sko bara það er ekkert alvarlegt að, við erum mjög fegin að við sjáum ekki, það er ekki neitt æxli að myndast, það er ekki neitt annað sem við sjáum heldur en bara þessar bólgur á litla heila, þannig að núna getum við þá bara gefa honum stera sem eiga þá að minnka þessar bólgur og þá bara vonandi jafna hann sig. Af því að krakkar jafna sig oftast sjálfir á því bara þessum bólgum. Já, einmitt. En þau ætla svona að gera þetta til þess að hjálpa honum að verða betri. Og hann er með næringjæði þarna allan tíman líka og svona sko. Þannig að við gistum með ykkur þá nótt. Ég sem sagt segir með Pálmar í rúminu hliðin á ykkur og Maggi, þú ert með honum í rúminu sínu. Já. Og síðan daginn eftir þá skiptum við eitthvað aftur upp, ég hjá honum yfir daginn, þú kemur síðan kvöldið og við borðum held ég mögulega saman ef við erum allavega eitthvað þarna saman. Já. Og hann er þá bara mjög kvalinn og við höldum hann sé kannski ekstra slappur líka því að hann var svæfður fyrir myndatökuna. Já. Og hann er kastandi upp en hann lappar sjálfur. Já. Og það í rauninni í seinsta skipti sem að ég sé hann lifandi. Hann lappar með þér inn í sturtuna og ég kveð hann. Og við ákvaðum að ég og Pálmar myndum fara heim og sofa og Maggi myndi vera með hann upp á spítala af því að nóttin hefði verið svo erfið á undan. Já. Bara Pálmars vegna að Pálmar var svo... Já, sko Pálmar var alltaf að vakna út á Gunna og Gunni var að vekja Pálma þannig að þetta var svona, það var enginn að sofa. Já, þetta var bara... Þannig að við bara, ok, við getum ekki, þetta er bara of mikið fyrir alla. Já. Þannig að ég fer heim nóttina og og það er nóttin sem að hann fer í öndunarstopp. Já. Hann fer stera klukkan 8 kvöldið. Já. Við fáum að vita hann fær stera, hann eigi að fá stera 12 hádegið og síðan fær hann sterana klukkan 8 held ég. Já. Eitthvað kvöldið allavega. Já. Og hann fer í hjartastopp öndunarstopp, hvenær var það? Það var laust fyrir 5 nóttina og fyrir öndunarstopp. Hann er lappandi hann bara svo stuttu fyrir, talandi og lappandi og það var eitthvað sem var ótrúlega erfitt að skilja eftir á sko. Þannig ég fæ hringingu frá þér að það hafi gerst. Já. Og þú varst náttúrulega bara mjög hræddur og í bara mjög miklu áfalli. Og já, þá er hann komin í öndunarvél og þau, ég spyr hjúkrunarfræðinginn sem situr hliðina á honum, ég spyr hana, mun þetta hafa langtíma áhrif á heilan hans? Að hann fór í þetta öndunarstopp út af þarna heldur enginn að hann sé farinn, sko. Og hún í rauninni segir nei. Hún sagði, ég get ekki lofa neina en það, þú veist, mér myndi finnast það er mjög ólíklegt af því að þetta var mjög stutt. Og bara sem betur fyrir var hann upp á spítala, þannig að við gátum brugðist strax við. Já, þannig að hún segir það í rauninni og ég hringi í fólki okkar og svona sendi og ég er mjög bjartsýn þarna. Ég er bara, þú veist, það verður allt í lagi. Þau segja við okkur, núna fer hann bara í aðgerð. Það sem hefur tappað af þessum bólgum, þær voru greinilega bara, þú veist, orðnar og miklar. Já. Og núna ætlum við bara að setja hann í heilaskanna aftur og svo fer hann bara beint í aðgerð og þá bara getum við, það er bara svona síðasta úrræði sem við viljum grípa til af því oftast bara lagast þetta sjálf á sér. Já. Og við erum sett inn í eitthvað herbyggi og stuttu seinna og hann fer í heilaskannan og stuttu seinna kemur læknir inn og segir bara þetta er mun alvarlegra en við héldum. Og segir í rauninni að hann get ekki útskýrt hvað er að. Hann segir bara hann hafi fengið myndina í hendurnar. Hann hafi aldrei séð svona mynd af heila. Og
Já, það svona, það tvennt, ég veit ekki hvort þú munir eitthvað annað sem hann segir, en hann segir þetta allavega. Hann segir við höfum áhyggjur af þessu. Já, og þetta já. Já, og svo Og ég man að ég samt skildi alls ekki. Nei, Og ég man að við töluðum saman. Ekkert engin læknar, sko. Nei, og getum ekkert verið eitthvað að skilja þetta, sko. Og maður er náttúrulega líka bara svo mikið bara eitthvað, það er samt ekkert að. Þú veist, maður náttúrulega vill ekki að neitt sé að. Nei. Alvarlegt, þannig að maður var svo mikið bara eitthvað, já, ok, og ég spurði hver læknirinn var og ég þekkti til hans og svona hvað hann hefur gert og þannig ég var bara mjög vongóð, sko, og bara já, ok, hann fer til hans og þú veist, þá verður þetta, og hann segir það líka, hann segir þetta er bara eitt færasti heilaskurðslæknir í Evrópu, þú veist. En já, þá fer hann í sjúkrabíl, beint upp á skurðstofu á spítalanum í Fossvogi. Út af við vorum upp á Borgarspítala þarna og við erum sett inn í svona fjölskylduherbyggi. Við förum í taxa þangað og ég man að það var bara það var svo ótrúlega erfið ferð að einhvern veginn að vera ekki hliðin á honum og bara veit ekki neitt einhvern veginn og við erum þar inni í bara stuttan tíma og síðan er beðið fjölskyldan sem var með okkur, það var önnur fjölskylda þarna inni, það beðið hann að fara út og þá svona fara að renna á mig 2 grímur, ég svona fór að hugsa, þú veist, það er kannski eitthvað meira að, það er eitthvað alvarlegt, ég svona þorði ekki að hugsa að vera eitthvað, ég þorði ekki að hugsa að vera dáin en ég hugsaði samt, þú veist, það er eitthvað meira en við höldum. Og svo labba inn mjög margir. Það ætla að hafa ekki verið 7 manns eða eitthvað. Jú, maður læknar og hjúkrunarfræðingar og alls konar. Já. Já, og þetta er bara, þarna er okkur tilkynnt að hann sé dáinn og að það sé ekkert hægt að gera. Já, eða hann sem sagt súrefnisskortur til heila valdi því að hann mun aldrei vakna aftur. Já. Og hann sé í raun og veru bara lifandi vegna öndunarvélarinnar og tækjana sem hann er tengdur í, sem eru að halda honum á lífi. Já. Já, þannig að tekur bara við tími í raun og veru það sem er rosa mikið í móðu hjá mér. Það er þarna nótt sem við fáum að vera hjá honum á gjörgæslunni og liggja hjá honum að halda utan um hann. Og svo morgunin eftir deyr hann. Já. Og í rauninni þarna, þegar við fáum fréttirnar, þá man ég sko eftir að hafa hugsað, þú veist, að þetta væri ekki alvörunni, þú veist, að þetta væri, þú veist, mér var að dreyma eða þú veist, þetta væri ekki, þú veist, ég fekk svona þessa óraunveruleika tilfinningu sem fólk talar oft þegar það fær einhverja svona fréttir. Já. Og ég man að ég, þú veist, byrjaði bara að segja nei og þú veist, var bara nei, þú veist, það er ekki rétt og bara gerið eitthvað, þú veist, ég öskraði eitthvað svona. Já. Man ekki nákvæmlega hvað var sem ég öskraði en ég öskraði eitthvað svona, sko, og síðan þetta er svona mynd sem að er föst í hausnum mínum að ég horfi á þig og ég bara, þú segir ekki neitt og þú bara ert með eitthvað svip sem að ég bara aldrei séð áður. Nei. Og það var erfiðasta mómentið þarna inni, sko, að sjá þig og bara horfa á þig og vita bara þetta er í alvörunni. Já. Af því þú veist bara, ég þekkti þig ekki. Þú veist bara með eitthvað annað andlit, sko. Já, þetta var, þarna var ég alveg, ég held að ég áttaði mig frekar fljótt að því hvað hann var að segja. Já. Við mig. Já. Og þannig ég spurði hann bara beint út hvort hann myndi þá aldrei vakna aftur og hann sagði bara já. Eða nei, hann mun ekki vakna aftur. Og þá bara sloknaði á mér, sko. Já. Ég hef aldrei einhvern veginn upplifað aðra eins bara hræðslu og sorg á ævi minni, sko. Nei. Og svo er rosa mikið þessi nótt þarna, þessi 12 tíma sem líða frá þessu augnabliki þangað til að hann deyr, Gunnar, það er bara rosa mikið í einhverju móðu hjá mér.
Já, algjörlega. Ég man allt þarna eftir þetta man ég allt í svona bútum eða þú veist, já, svona moment bara. Hérna, þetta var bara, já, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessari nótt, en hún var bara hræðileg. Hún var líka falleg. Þú veist, við fengum fallega kveðjustund með honum og þú veist, við héldum á honum og töluðum við hann og allt þetta og ég held að þetta sé ótrúlega mikilvægt eftir á í sorgarferlinu að hafa fengið þennan tíma með honum. Og fjölskyldan okkar kom og þau fengu öll að kveðja hann líka og svona. Já. Og og síðan í rauninni kemur að því að við þurfum að fara eftir hann hættir að anda og það var líka bara... Já, þegar hann dáinn. Já. Og við þurftum að fara heim. Já. Án hans. Það bara tilfinning sem ekki hægt að lýsa. Nei. Maður bara ætlar ekki að fara út á spítala án barnsins síns, maður bara ætlar ekki að gera það aldrei. Nei. Og við höfum svona svolítið kannski líka að tala um það að við höfum verið svona svolítið smeyk við það að þegar Pálmar verður veikur að það langar okkur ekki að fara upp á spítala því okkur finnst bara að maður fer með barnið upp á spítala og kemur ekki heim með það, sko. Nei, það bara, þú veist, ég einu sinni farið með barnið upp á spítala og ég var ekki, þú veist, það hefur ekki virkað. Maður fékk hann bara ekki heim. Nei, og maður bara lamandi hræddur við, bara, Já. Þú veist, það ótrúlega skrítið að vera döðshræddur við byggingu. Já. Á höfuðborgarsvæðinu. Já. En ég það. Já. Þú veist, ég fæ alltaf ónotatilfinningu í magann þegar ég keyri Bústaðaveginn og keyri fram hjá spítalanum. Já. Mér langar aldrei að fara þangað aftur. Þetta alveg svona klárlega eitthvað sem að því við höfum mikið leitað okkur hjálpar og þetta klárlega eitt af því sem að við höfum verið að vinna með og þurfum að vinna með áfram að því að ég held að sé mikilvægt að við náum að vinna í þessu. En við tekur þarna bara hræðilegur og erfiður tími þar sem að við fengum samt að finna hvað við ættum sterkt og flott bakland og hvað fólk tók okkur bara algjörlega í fangið að sér og bara mata okkur bókstaflega og bara neyta okkur fram úr rúminu og erfiðustu stundum og bara, þú veist, ískapurinn hefur aldrei verið jafn fullur og maður bara var virkilega séð vel hann af því að maður gat ekki hugsa sjálfur. Þú veist, það var bara ekki hægt að maður var alltaf með Pálmar þarna og mamma mín bara í rauninni ég var með hann á brjósti og mamma bara setur hann bara á brjósti hjá mér, sko. Og ég held að það hefði haldið rosalegri tengingu hjá mér og honum, sko, að ég þurfti að og fólk gat sagt það við mig, þú veist, Lilja, þú þarft að borða út af því að þú veist að gefa. Já. Og það hjálpaði mér að því ég gat ekki hugsað mér að borða. Já. Og það var ekki einhver svona ákvörðun, heldur bara, ég bara var ekki með neina matarlyst, ég bara fann ekki fyrir hungri. Bara, þú veist, þessi hungurtilfinning kom bara aldrei í bara langan tíma, marga vikur þar sem ég fann aldrei fyrir hungri. Nei. Og bara sorgin tók yfir hverja einustu frumu í líkamanum mínum. Já. Algjörlega og ef það væri ekki fyrir þetta fólk sem of margt til að nefna hér, sko, ef þetta var eitthvað þakkaræða, þá var hann alltaf löng, þá held ég að við værum ekki hér í dag að tala um þetta svona. Nei. Og við værum ekki hér að tala um þetta svona nema að því að við tókum ákvörðun að við frekar snemma, sko, svona 4 dögum eftir hann dó, þá töluðum við saman að við ætluðum að leita okkur hjálpar og við ætluðum að vinna úr þessu. Við ætluðum að tala um hann og hans líf eins mikið að við getum og vinna okkur þannig út úr sáfalli að þetta myndi ekki einhvern veginn lita líf Pálmars. Þú veist, við vildum einhvern veginn tryggja að Pálmar fengi að upplifa sömu hamingju og Gunnar hefði fengið að upplifa. Akkurat. Og svona auðvitað þetta alltaf að fara að lita líf hans, en ég skil hvað meinar að við vildum ekki að þetta myndi einkenna líf hans algjörlega. Nei, það kannski betur orðað, sko, algjörlega, en já, þannig að við hefum ekki getað gert það nema með svona miklum stuðningi, sko. Nei. Og við vorum að tala um það, sko,
hvað í gær held ég og við erum með brúðkaupsmyndirnar okkar upp á vegg og við vorum ekki gift þegar þetta gerist Nei, og við giftum okkur 19. ágúst. Varstu smeka, ég myndi ekki munna. Nei, þú manst dagsetningar sko mega vel. Já, ég var eiginlega næstu búin að taka hringinn á mig til að kíkja. Nei. Það var 19. ágúst. Já. Já, geggjað. Já, bara nokkrum mánuðum eftir að við missum son okkar. Já. Ég held bara, sko, að því að við vorum að tala þetta í gær bara, vá, þú veist, getur þú ímyndaði núna, bara eins og þið líður núna, að vera bara að plana brúðkaup og vera, þú veist, að hugsa það núna og einhvern veginn bara vera skipulegja það og þú bara nei, ég bara nei, ekki heldur. Bara ég skil ekki hvernig við gátum þetta. En við bara þurftum að, sko, ekki þurftum, við vildum gifta okkur, þarna, við fundum það mjög sterkt, ég man eftir að við stóðum inn á baðherbyggi, einhverjum nokkrum dögum eftir á og vorum bara gjörsamlega brotinn og bara, þú veist, og töluðum þarna það bara, við viljum, ég vil giftast þér, þú veist, við vorum trúlofuð og og bara við verðum að gifta okkur. Já, og núna erum við búin að lenda í þessu áfalli og þá bara, getur hvað sem gerst í þessu lífi og við vildum bara þannig að fyrir Pálmar eða fyrir annað okkar, ef annað okkar fellur frá, þá bara, skulum bara hafa þetta allt á blaði, sko. Og svo fann ég líka bara, þú veist, fyrstu dagana varstu svo mikill klettur fyrir mig, að ég var bara, þú veist, ég man eftir á að, við settum mynd á honum upp og blóm og og uppáhaldsdótið hans og svona inn í herbygginu röðum því svona upp og bara lágum þar fyrstu dagana. Bara lágum inn í herbygginu hans og bara grétum. Og þá fann ég, þú veist, bara, þú veist, við verðum saman í þessu. Þú veist, við verðum að vera saman í þessu. Já, þetta var bara tilhugsunin að gera þetta án þín, hún bara gekk ekki upp. Nei. Skilurðu, þú veist, ég hefði aldrei getið þetta gert án þín. Þannig að þetta var nú bara ein í stöðunni, sko. Og svo, náttúrulega, þú veist, kemur þetta inn á þessi bjargráð. Já. Alltaf þessi bjargráð í sorginni, í þessu sorgarferli. Þá hvað gerir maður, þú veist, maður er alltaf að leita sér að einhverjum vettvangi til þess að gera eitthvað annað en að syrgja endalaust. Já. Eða svona syrgja, maður er alltaf að syrgja en suma dag gleymir maður sér alveg í sorginni og maður lamast bara og maður liggur bara upp í rúmi en maður vantaði einhvern vettvang þarna í lífið til þess að... Já, og það er bara mikilvægt að maður fái pásur. Já, bara heilin getur ekki syrt bara. Hann bara getur það ekki, hann höndlar það ekki. Nei. Og börn eru, sko, þú veist, ég er búin að hlusta svo mikið á alls konar sorg, bæði, þú veist, bara út af því ég er að tala við marga sem hafa mist og bara podcast og eitthvað og að tala þetta svo mikið, hvað börn eru góð í þessu. Þú veist, þau bara, þú veist, eru leið og eru bara alvöru leið, þau bara sökkva sér í það að vera leið. Og síðan bara, ok, og bara ná einhvern veginn svona meira að aftengja. Já, bara svo vinnudagur bara. Já. Þau bara vinna þannig í sorginni eina klukkstund og svo fara þau bara að fá sér epli. Já, skilur, og eru bara, ok, þú veist, bara byrja að tala með eitthvað annað og bara til að fara í sund, skilur, og svo bara kemur sorgin aftur að þeim. Já. Og það er, þú veist, þau eru að gera eitthvað rétt. Já. Af því að þannig á að tækla þetta, þú átt að stíga, þú verður að geta stíga þess frá og þú veist, og við tómst og félagsmálafræðingarnir, við tvö með sömu háskólamenntun, ákveðum að halda partí, eða þú veist, brúðkaupspartí og brúðkaup bara sem vettvang til að fagna ástinni og lífinu og því fallega í raun og veru í okkar lífi líka. Já, og hann var stór partur af þessum degi. Já. Og okkur bara fannst það rosalega mikilvægt. Já. Að bara vera með mynd á honum, þú veist, bæði ég og þú vorum með mynd á honum, ég með blómyndinum og þú á þér. Já. Og gerðum alls konar svona í tengslu við hann, höfðum mynd á honum á milli okkar. Já, einmitt. Að því að Pálmar var með okkur og Gunnar ekki, að þá vildum við bara hafa hann þarna með okkur uppi og og svona alls konar lítil atriði sem við bara settum hann inn í, þú veist, hans uppáhaldslög og dönsuðum við það með öllum og það var svona, en það var rosalega skrítið samt. Það var rosalega skrítið að vera með öllu fólkinu okkar og hann var ekki. Og þú veist,
maður hugsaði það náttúrulega endalaust, þú veist, bara hann elskaði svo mikið fólkið sitt, hann elskaði verið kringum alla, hann fannst svo gaman að fara í heimsókn og hann fannst svo gaman að fá heimsókn, hann einhvern veginn tók allt svo vel á móti öllum, þannig að maður hugsaði það mikið, þú veist, hvernig myndi hann gera þetta, hvað myndi hann segja núna, og ég stanslaust þar, ég hugsa það, myndi ég segja næstu því öllum, sérstaklega þegar við erum með Pálmari, en líka þegar við erum með vinum hans, sem sagt, kannski vinum eða börnum vin okkar. Já, þannig að mér langar kannski að spyrja þig líka bara, þótt að við svona, auðvitað alls konar í kringum þarna sem gerist þarna, sem við gætum farið dýpra í og sagt meira frá, en mig langar ekki bara að tala Gunna í því ljósi að hann dó. Hann bara og var miklu stærra en það. Lífið hans var meira heldur en þessi dagur þegar hann lést. Og mér finnst svona fallegt að hugsa, þú veist, hvað kennir fólkið okkur sem að við missum? Þú veist, hvað lærum við af þeim? Eitthvað sem þú getur svona hugsað, þú veist, þetta ætla ég að taka með út í lífið frá Gunna? Já, ég er rosalega þakklátur fyrir að hafa fengið að vera pabbi hans í þennan stutta tíma sem ég fekk að vera pabbi hans. Ég ætlaði alltaf bara, það var alltaf bara aldrei einhvern veginn tilhugsun mín að ég myndi deyja, ég var alltaf að hugsa að ég myndi deyja undan börnunum mínum, bara eins og allir halda Já. En ég er svo ógeðslega þakklátur fyrir að hafa fengið að vera pabbi hans. Ég er svo ógeðslega þakklátur fyrir að hafa fengið að njóta með honum af því hann var svo mikið kósí lúxusmaður. Og hann fannst svo gott að hafa það bara næs. Og stundum þegar maður er eitthvað svona já, það er nú samt bara þriðjudagur, það er stundum bara ógeðslega sniðugt að hafa það næs og fara kannski bara út að borða. Já. Eða opna kannski bara góða rauðvínsflösku. Eða bara fara að fá sér ís. Þú veist, það er, þú veist, alltaf þarna sem er svolítið catchphrase hans, sem er bara, hann sagði alltaf einhverja hugmynd og svo sagði hann í endan góð hugmynd. Já, þannig hann sagði alltaf í rauninni, ég veit, Já. Eigum við að fá okkur ís? Já. Góð hugmynd. Já, til þess að impra á því bara að þetta væri góð hugmynd. Og stundum bara kom ég heim úr vinnunni og hann var eitthvað, pabbi, eigum við að fá okkur súkkulaði, góð hugmynd. Og ég eitthvað, það er góð hugmynd. Þú veist, það er ógeðslega góð hugmynd. Þótt að ég sem uppalandi þinn eigi ekki að gefa það súkkulaði á þriðjudögum. Skilurðu? Já. En það er ógeðslega góð hugmynd. Að ég var kannski bara búin að eiga ógeðslega langan dag í vinnunni og langaði kannski bara að gefa mikið í súkkulaði. Þetta var bara ógeðslega góð hugmynd. Þannig að Gunni, hann er ennþá að kenna mér að njóta. Já. Litlu augnablikana á að vera stóru, Svo var hann bara ógeðslega mikill stemningsmaður. Já. Og það þurfa allar fjölskyldur einn stemningsmann og allir vinahópar. Þannig að það bara, góð stemning er rosalega góð. Já. Algjörlega. Og þú fórst að tala áðan um svona bjargráð. Hvaða svona bjargráð hafa hjálpað þér mest? Já, fyrst eftir að Gunnar dó, þá var mitt helsta bjargráð lítil verkefni sem ég gat auðveldlega leyst. Og það gat verið bara að elda eitthvað ógeðslega basic fyrir eitthvað. Eða ég man eftir í að svona 5 dögum eftir hann dó þá vantaði okkur blauturskur, ég labbaði út í Krónuna og keypti blauturskur. Og þá gekk ég inn í Krónuna í Borgartúni og ég man að ég hugsaði, vá, ok, þú veist, samfélagið er ennþá í gangi, skilurðu, af því að heimurinn minn var hrundi og búinn að vera stopp í nærri því viku, skilurðu, en það var bara fólk að verslinn sem hafði ekki hugmyndum og mér fannst það smá gott. Já. Að þar var ég bara að kaupa blauturskur og það var enginn eitthvað að horfa svona á mig eitthvað, skilurðu, eitthvað svona að reyna að styðja mig á klósetti bara, ég veist, getið aðeins, gefið mér smá rými, þú veist, og eins mikið og ég elska foreldrar okkar, þá fóru þau líka ógeðslega mikið í taugarnar á mér.
Mm. á þessum tíma, skilur, þau voru alltaf ofan í mínum málum, Já, bara eins og ég var úlingur. bara skiljanlega. Já, en þau eru náttúrulega bara út af ást og umhyggju eru þau þarna, Já, en þarna lítil verkefni sem gat auðvitað leyst. já. Uh, Náttúrulega sko, Maggi bjó í Bauhaus. já, ég var mikið í Bauhaus. Þú veist, þetta var bara, ég var farin að vera bara svona, þú veist, er allt í góðu? Ég Eða þú veist, auðvitað var ekki allt í góðu, þannig að Nei, það var nei. ekkert í góðu. Það var En ég ekkert í góðu. ég fór kannski í Bauhaus 2 á dag. Þú fórst nefnilega 2 á dag, Já, sem er smá galið. Í fyrsta Já. lagi búið við ekki nálægt Bauhaus. en við Alls ekki. búum mjög langt frá Og ég held Bauhaus. að svona, hérna, viltu kannski fara eitthvað annað frekar, eitthvað nær, þú veist, þetta er líka til þarna og eitthvað. Nei, Nei, var í Bauhaus. bara Bauhaus. En það er líka ótrúlega gaman að vera í Bauhaus. Já. Það er stemning, Bauhaus er algjör stemningsstaður. Já, það getur, þú veist, ég tengi ekki svona mikið, mér finnst það alveg snill, en ég sko, var að taka fólk með mér í Bauhaus líka. já, þú veist alltaf að taka einhvern Ég var alltaf með einhvern vin minn með mér í Bauhaus að skoða eitthvað og ég er náttúrulega, og við svolítið þarna fórum svolítið, garðurinn okkar, Já. þarna var búinn að vera í svona niðurníslu í mörg ár og við vorum búin að búa þarna í ár og við svolítið þarna stóðum á krossgötum, vorum bæði í eitthvað veikindaleyfi, Já, vorum ekkert að vinna, þannig við sögum bara, heyrðu, hérna, förum bara og vinnum aðeins í garðinum. já, Tökum hann í gegn og þessum tíma vorum við líka komin kannski með svona aðeins upp í koka að vera alltaf með svona 7 manneskjur heima hjá okkur. Þú veist, við búum ekkert í stærstu íbúðinni, sko. nei, Þú veist, og maður gat hvergi snúið sig án þess að það var eitthvað nýr fjölskyldumeðlum sem svona Já. satt fyrir mann og var eitthvað, og ég búið eitthvað til að borða fyrir þeim, maður var eitthvað svona, ég er bara að reyna að fá mér kaffibólla, skilur við. já. Maður svona stressaður, þú veist, að fara á klósti ef enginn var heima því að bara fólk var alltaf bara lappin, eða þú veist, maður þurfti alltaf að passa bara að vera, þú veist, klæddur og hérna, þú veist. Já, og maður gat, þú veist, það er ótrúlegt að geta ekki verið á nærbuxunum heima á sig, sko. Já, en samt var þetta svo mikilvægt. Þú veist, ég bara, Algjörlega, ég skil það. fólk náttúrulega gisti hjá okkur fyrstu vikundar, Já, sko. já. Svo vorum við bara, Svo þetta var mjög mikilvægt, já, af því að við gátum ekki séð Pálmar nei, sjálf. og ekki okkur. En svo þarna vorum við aðeins komið upp í koka því. Þannig að við böðum fólki að koma í garðinn Já, með okkur. Já. Þannig að þau gáttu að fara inn á klostið en þau voru ekki alltaf inni. Þau vorum út á palli. já, Við fengum þannig ótrúlega gott sumar. Það var ótrúlega fallegt og veður þarna. Og við fórum bara eitthvað svona planta blómum og reyta arfa og gera það hitt og þetta og taka pallin í gegn og við keyptum skúr og byggðum skúr. Ég hef aldrei byggt neitt nei. á ævi minni. En Nei, Maggi, sko, þú gast ekki nota borvél fyrir þetta. Róleg. Ég gat alveg notað borvél, ég var 3 ári smíði, sko. Já, þess vegna er það eiginlega smá Ég merkilegt kunni að alveg þú... á verkfæri, sko. Já, ok, kannski. En ég byggði skúr. Já, nefnilega. Já. Þú gerði það og þú ert ótrúlega handlaginn í dag, Og hlustendur geta bara... Þú veist, ég skal bara setja myndir af öllu. Já, hlustendur geta gera. bara gengið fram hjá miðtúnu 52 og borið auga á skúrin sem ég byggði, eða trúandur ekki. En ég byggði þennan skúr Já. og keypti fyrir þá byggingu verkfæri fyrir örugglega svona 170 skall. Nei, þú veist, Magnús, þú varst bara, ég verð Já. að fá þetta verk, þú veist, Já. það ná svo mikið af verkfærum. Já, og svo eftir bara að higgja þú þá þarf ég þetta ekki var bara- ég þurfti ekki öll þessi verkfæri. Nei, þetta er mjög mikið svona Þessi hyperfixation ADHD þeng, sko. Já, En 100%. hérna... En það var ekki versta sem þú keyptir og lofaðir að nota, sko. Nei, en hérna, ég byggði þennan skúr, við erum að tala um skúrin, sko, og hérna, og gerðum eitthvað geymslupláss þar og vorum með gestabókina fyrir brúðkaupa okkar inni í þessum skúr, Já, þú veist, og þannig að við gerðum ótrúlega margt fallegt í garðinum og giftum okkur þar. og giftum okkur svo í garðinum, Já, sem var ótrúlega fallegt undir þarna tré og við erum búin að búa til að þú ert búin að búa til smá svona minningar horn fyrir Gunnar undir trénu þar sem við giftum okkur. Mér er ótrúlega fallegt, þannig að garðurinn er orðinn svona griðastaður. já, Og keyptum okkur hana úti sofasett og vorum hana úti mikið og svo fórum við til Tene líka. já, Skelltum okkur í 10 daga til Já. Tene hana í júlí, júlí, Já. seint í júní, byrjun júlí. já. Bara mjög stutt eftir þetta gerist. Við fengum allt í einu bara getum ekki verið hérna. Það er bara of Nei. þungt
Nei, við það er keyptum, bara, já, við getum ekki verið í kringum allt dótið hans og myndirnar hans og bara ofsárt og bara við verðum að vera í öðru umhverfi. já, keyptum hann einhvern pakka tilboð Já, með 2 daga fyrirvara, pökkuðum og fórum til Tenerife, sem var alveg galið, sko. já, þegar maður hugsa það Já, núna, þú veist, þetta var alveg, þú veist, maður var þarna á einhverju sólarströnd og alltaf grátandi. já, alltaf á kvöldin og svo kvöldin vorum við náttúrulega bara upp á hótelherbyggja því að Pálma var svo lítill, þannig að maður sat út á einhverjum svölum, grátandi, ógeðslega heitt, Það var ógeðslega heitt. maður var ógeðslega sveittur Já, og grátandi og ég hefði aldrei farið á sólarströnd með unga barni þannig ég var ógeðslega oft að bara, ég held ég hafi eytt svona 50 evrum í að setja í þvottavél á hótelinu, já, af því það var alltaf verið að æla á mig já, eða einhvern annan, já. en Veistu hvað mér veist hver er besta minningi mín á tenni þarna? Það foreldrar mínir komið með. já, mamma Sem er sagt, nú Enrique. Já, mamma mín og stjúpabbi minn og hérna mamma er ótrúlega fyndin alltaf að taka svona myndir af okkur þegar við vitum ekki að hún er að taka myndir. Guð minn Svona góður, já, smá- ég veit hvað þú ert að tala um. Svona smá eins og við séum fræg eða eitthvað. Já, Svona er eitthvað að taka. svona paparazzi myndir, já, þar sem hún zoomar. Já. Já, Þú veist, við fórum einhvern tímann 2 út að borða þarna og þau pössuðu Pálmar á meðan og svo bara var hann eitthvað að sýna með myndir og ferðina og þá var hún sko búin að standa upp á svölum og bara svona zooma inn á okkur. Og bara, hún er sko upp á, þú veist, 11. hæð eitthvað og við út á götu og hún er bara búin að zooma inn af okkur leiðast yfir götuna, þú veist, bara, þetta er bara smá creepy. Þetta er ekki Ótrúlega gott, versta sko. myndin sem hún tók í þessari Nei, ferð. það ætlaði ég mitt að fara að segja, sko. Já, Maggi átti svona moment með sér, var bara að eiga erfiðan dag, var bara ótrúlega leiður, vildi einhvern veginn bara vera svolítið einn, við erum á ströndinni, hann er bara, þú veist, bara í sundbuxum, kallinn ákvað að henda sér í sjóinn, já, fer hans í eitthvað smá sjóinn, sundsprett. af einhverjum ástæðum er mamma bara, taka nokkra myndir, þú veist, þetta er náttúrulega bara mjög fyndið, sko, og síðan fæ ég alla myndina sem mamma tók í fríinu og ég er bara, mamma, hvaða myndir eru þetta? Maggi geðveikt leiður. Já. Bara, þú veist, er þarna súmmið mynd á honum, bara bera ofan, þú veist, bara mjög vulnerable. Með bóndabrungu og Já. eitthvað að eiga alveg erfiða dag bara. Svona alveg paparazzi mynd, sko, í sjónum á sundfötunum. Mér fannst Já. þetta svo gott, ég bara, hvað er í gangi? Ok, nei það var uppáhaldsmomentum mitt á tenni líka. Já. En svo fleiri bjargar náttúrulega eru bara, þú veist, áhugamál. Þú veist, þú náttúrulega tókst garðinn alveg í gegn, sko. Já. Og fórst fljótlega að vinna í þessu podcasti líka. Já, sko, já, ég fekk þessa podcast-pælingu. hugmynd svona ágætlega stemma. Mér langaði að tala um þetta og vinna úr þessu, þú veist, við höfum bæði náttúrulega verið hjá sálfræðing, við fórum til sambandsráðgjafa sem að við höfum áður verið hjá, héldum í rauninni áfram hjá henni þótt það voru mörg ár síðan við vorum í þessari sambandsráðgjöf. Já, við erum Mæli náttúrulega með. með sama sálfræðing. Við erum með sama sálfræðing, Já. af því að við neytum bæði að hætta hjá henni. Já, hún var það æðisleg. Ég bara elskum hana. En hérna, Bara shoutout mælum á Hrefnu Hrefnu Hrund. á heilsuklasanum. Já. Þannig að þegar við komum til hennar, ég man hún sagði það bara strax, bara já, þið verðið alveg versta útgáfan af sjálfum ykkur núna. Þú veist, Já. núna eru þið bara on survival mode, bara þið eru að reyna að lifa bara af hvern dag, sko. Þannig að þið þurfið að sýna hvort öðru mildi og þið þurfið að hlusta á hvort annað og skilja að þið séu með öðruvísi þarfir í sorginni og öðruvísi leiðir til þess að vinna úr henni. Og það var bara, og hefur verið flókið. Já, mér finnst við vera rétt að ná svolítið svona jafnvægi í því núna, sko. Já, algjörlega. Einhvern veginn svona að skilja hvort annað, sko. Já. Af því að það er svona ýmislegt svona, við mátt nokkuð svona hart to hart spjöll. Það sem við höfum svona svolítið lagt spilin á borðið hvað við þurfum frá hvort öðru, sko. Já. Og þú veist, núna erum við, finnst mér við loksins vera að ná jafnvægi í því að syrgja sjálf á okkar hátt, en styðja við baki á hinum einstaklingunum líka. Akkurat. Sem er ógeðslega flókið fyrirbæri einhvern veginn, að sérstaklega því að fólk syrgir bara, þú veist, á 1000 mismunandi vegu. Já. Ég held að sé margt sem er bara sameiginlegt í sorginni og svo margt sem er bara svo einstaklingsbundið. Og kannski bara svona aðalmáli að maður sé ekki hræddur við sorgina, sko.
Nei. þú veist að hún sé ekki, að maður sé ekki bara í flóttanum, af því ég held að það sé í rauninni það versta sem maður getur gert, að bara ætla að halda áfram án þess að tala hann aftur eða hugsa hann aftur eða bara eins og hann hafi ekki verið til. Já. Af því að, þú veist, líka minn gleymir engu, þú veist, hann veit af þessu áfalli og til þess að vera ekki manneskja sem bitur og reið og trygguruð við allt einhvern veginn. Já. Þá þarf maður að tala þetta. Maður var tilbúin líka í spjallið, sko. Til þess að passa að maður lamist ekki alltaf af sorg í hvers skipt sem það tala eitthvað erfitt, sko. Og ég hef þurft að læra á þig þar, af því ég eins og opin bók og ég get sagt næstu við hvað sem hvernig mér líður og stundum, þú veist, ég að koma bara einhverju búið á starfsfólki eða eitthvað, bara svona svolítið óþægilega aðstæður. En ég hef líka þurft að læra það, af því að mér finnst ég þurfa að geta sagt nafnið hans eða tala hann og þegar fólk spyrir mig hvað áttu mörg börn, þá langar mig að segja ég eigi 2 börn og mér langar að segja bara, einn hjá mér og einn á heiminum eða í hjartanu eða hvað sem ég segi. Einmitt. En fólk verður auðvitað að finna það fyrir sig, það ekki allir sem vilja gera það og það bara mjög skiljanlegt. En ég þurfti að læra það hjá þér, að þú ert ekki alltaf þarna, þú ert stundum í rauninni þessari pásu eins og vorum að tala Það heitir forðun. Já, ég held að forðun sé eitt, þegar þú ert bara alltaf að reyna að finna eitthvað annað að gera og alltaf að reyna að hugsa eitthvað annað og síðan bara það að meðvita, þú veist, fara á eitthvað skemmtilegt, ég ætla að fara í leikhús og hlæja, að því ég núna ekki að syrgja. Núna ég bara Lilja, sem í leikhúsi. Ég held að það sé svona, myndir ekki sjá þetta svona smá? Jú, ég skil hvert þú ert að fara með þetta. Og síðan höfum við kannski þurft líka í hinn áttina, þá hefur þú þurft að kannski fara svona smá þú hefur kannski líka þurft að ýta þér, sko, í þá átt að, þú veist, ég til dæmis vildi ekki fara ein í kirkjugarðinn, en þér fannst kirkjugarðurinn ekki hjálpa þér. Nei, mér fannst alltaf ótrúlega erfitt að fara á það. Og ég man að ég hugsaði í jarðarförina að mér langaði aldrei að koma hingað aftur. En núna í dag, þú veist, erum við búin að eiga svona spjöll þetta, hvað þú þarft frá mér og svona, og núna reynum við að fara vikulega saman. Og það viðhorf mitt til þess að vera þarna allt annað, skilur. Og það ótrúlega gott að þetta er svona blanda af því, held ég, í sorgarferlinu að sýna sér mildi, þú veist, að þú veist, það má taka sér pásur og það má leyfa sér að gráta, þú veist, það má bæði. Þú veist, það má taka daga þar sem maður bara að horfa á Netflix eða, þú veist, bara gera eitthvað allt annað. Og bara stundum þarf maður bara að vera upp í rúmi, en maður verður líka að vera með eitthvað jafnvægi í því og hugsa, nei, ég þarf líka stundum að ýta mér áfram. Ég þarf að standa upp þótt mér langið ekki. Út af því að það erfitt að festast í báðu, held ég, sko. Þannig að hundurinn okkar hefur hjálpað okkur kannski smá þar að standa upp, sko. Já, út á daginn og kvöldin, sko, að fara út í göngutúr. En það líka rosalegt, sko. Stundum það gott að fara í fucking göngutúr, bara göngutúr þetta er bara ótrúlegt. Bara þetta Borgatúnsroki, sko, því alltaf roka það í hamborgarafabrikunni. Það bara eins og að sé bara blási í þig í lífi, sko. Bara að þú verður einhvern veginn bara Akkurat. En þetta er allt flókið, sko. Við vorum einhvern veginn, hefum verið að finna okkur svolítið svona vettvang og farveg svona síðan þetta gerðist, hvar við ætlum að vera, þú veist, með áhuga mál og annað og eitthvað svona. Mér langar að segja frá því af hverju hundurinn okkar heitir Laddi. Af því það er smá saga af Gunna. Þegar Gunnar var að verða stóribróðir, þá var hann mjög spenntur og rosalega tilbúin í að vera stóribróðir. Og síðan erum við að tala um nöfn og hvað við eigum nú að skýra hann. Og hann komið með alls konar hugmyndir og segir Pollur fyrst og svolítið fastur á því. Og síðan kemur nafnið Laddi af því að hann elskaði Ladda, skemmtikraft. Honum fannst það bara algjör snilld og honum fannst það mjög flottur kall, mjög, þú veist, sérstakt að vilja vera Laddi á öskudaginn þegar maður er 4 ára og við vorum bara
hvernig, þú veist, bara hvernig búning er að setja þig í, skilur. Og vildi, þú veist, fara á YouTube og horfa á Latta syngja jólatónleikum. Og bara fannst svo ótrúlega flottur, sko. Já. Þannig að hann vildi að litli bróðir myndi heita Latti og við... Vildum það ekki. Nei, veistu, við vorum bara, ég held ekki. Nei. Það er mjög cool, en nei. Nei, takk. Já, Latti er ótrúlega flottur en hann ætlar ekki að heita það samt. Já. Síðan eftir að Gunnar deyr að þá fáum okkur hvolp. Við erum með nýbura hana. Já. Fáum okkur hvolp. Þetta var náttúrulega svona, þú veist, ég myndi ekki segja hugmyndin var ekki og ákvörðunum var ekki hvatvís. Við vorum lengi að hugsa þetta. Kannski ekkert svo lengi, en samt. En já, þetta var rosalegt. Það var rosalegt að vera með sorgina, að reyna að vera maki, að reyna að vera móðir, að reyna, þú veist, já, með þetta allt, sko. Þetta var svolítið mikið í byrjun. En hann hefur fært okkur ótrúlega mikla hamingju og við ákvaðum að hann fengi þetta nafn. Latti. Þetta Latta nafn. Sem fer hann ógeðslega vel, sko. Já, hann er algjör kjáni, sko. Já. Þetta er að Latti skemmtilega eftir þessi kjáni. Já, hann er kjáni. Fíflagangur í honum. Fíflagangur, já. Ég held við getum sitið hérna í allan dag, sko. Við getum alltaf að tala endalaust Gunna og og það er alltaf margt flókið og alls konar í þessu ferli sem að maður lærir og finnur bara á hverjum degi, þú veist, það er eitthvað nýtt í þessu. Sorgin er alltaf að koma mér á óvart, sko. Já, þú veist, það er bara, þú veist, og mismunum okkur er bara, þér finnst náttúrulega ótrúlega gott að tala, sko. Bara almennt, sko. Bara þú elskar bara að jappa bara eitthvað. Hvað þá þetta? Ég er búin að vera smá svona kvíðinn fyrir því að tala þetta, sko. Já. En það er ótrúlega gott líka. Og eins og við sagðum bara ef einhver hlustar á þetta og finnur einhverja tengingu og það sem mér fannst svo gott að tala við fólk þegar við fórum í sorgarmiðstöðina. Já. Í hópastarfi fyrir foreldra sem hafa misst börn. Já. Og mér svo ótrúlega gott þegar við sátum í hring og vorum hérna að lýsa bara verstu augnablikum ævi okkar. Já. Að þá voru þau með einhverja tilfinningar eða hugsanir sem ég hélt að væri svo brenglaðar og ég væri svo alveg skrítinn. En ég hef aldrei hitt þetta fólk áður og þau voru að lýsa nákvæmlega eitthvað sem ég hef hugsað. Og það er svo gott að hlusta á aðra sem hafa gengið í gegnum það sama og fengið smá svona, maður fær svona eitthvað, ok, þetta er ekki bara ég. Já. Þú veist, það eru margir aðrir að glíma við það sama. Já. Og ég held að þetta sé eitt af mikilvægasta sem maður gerir í þessu ferli. Shoutout á sorgarmiðstöðina. Já, án gríns. Við áttum okkar bestu spjöll eftir hópastarfið alltaf þegar við vorum að keyra heim. Já. Það er svona virkilega, heldur hefur komið í að staða við gátum talað þetta almennilega af því að þetta var svo hrátt og sárt í byrjun að það var svo erfitt. Já. Þannig að ég er mjög þakklátt fyrir þetta hópastarf og fólkinu sem við kynntumst þar. Mér þykir rosalega gott að tala við þetta fólk og annað fólk sem hefur misst, líka fólk sem hefur misst aðra ástvini á annan hátt og bara einmitt til þess að maður heyri, þú veist, já, þetta er svona, þú veist, já, mér líður líka svona, ég ger þetta líka. Bara allt sem að getur hjálpa á einhvern hátt. Þannig, já, mér langar að enda á því að bara, það er til alls konar að nóti sem er hjálplegt. Maður þarf bara svolítið að hafa fyrir því. Og það er að sækja það sjálfur. Maður er að sækja það sjálfur og það getur verið bara rosalega stórt skref. Já. En það er hægt og það er svo mikið á góðu fólki að núti. Og ég er bara sjálf, þú veist, haft samband við marga sem að bara ég heyri af einhverjum sem að missir og þú veist, ég hef samband við fólki og hef hitta og það er náttúrulega ekki allir þar en það er eitthvað sem hefur hjálpað mér, sko. Já, einmitt. Þá ætlum ég bara að segja takk fyrir að koma, Magnús minn. Aftur, Maggi, fyrirgefðu. Já, bingo. Já. Takk fyrir að bjóða mér í podcastið þitt. Ég veit að þetta var ekki þitt fyrsta val að koma inn í podcast til mín en takk ég var einhvern veginn fyrir að segja söguna með mér. Sjá þennan styttingar föstudag öðruvísi fyrir mér en það er bara allt fyrir ástina, sagði einhver einu sinni. Allt fyrir ástina.